Já, Sverrir, þitt mat á þessum leik? Já, ég er rosalega ánægður með sóknarleikinn okkar en við höfum alltaf hitt alveg bara skuggalega vel en varnarlega vorum við langt frá það. Bara ég er mjög ósáttur við varnarleikinn. Já. Það er eitthvað sem við þurfum að vinna í bara strax og já. Við höfum að geta gert miklu betur en þetta varnarlega. Nákvæmlega. Og fáum á okkur 102 stig og þeir voru bara eiginlega skora allt auðvitað. Við náðum aldrei að, með hvað vorum að spila vel sóknarlega og ef við höfum farið að taka eins þessi láði í vörðinni þá áttum við að geta klárað þennan leik fyrir löngu. Já, nákvæmlega. Stinga algjörlega af, en þeir komust alltaf aftur inn í þetta. Já. Og við þurfum að fara bara yfir þetta og þurfum að vinna í þessu lagi. Já. En þetta er náttúrulega mjög erfiður andstæðingur að glíma við. Ég meina þetta eru svakalega skittur og hafa verið í gennum tíðina þetta. Þannig að maður má ekki vera algjörlega óánægður með leik sinnamanna. Nei, ég er rosalega ánægður með að vinna Snæfell. Þetta er eitt af bestu liðum á deildinni. Nákvæmlega. Og góður hópur sem búið að vera lengi með sama þjálfarann sem er að gera hörku hlutina. Það er frábært að vinna. Ég er bara að segja að við skorum 110 stig og erum að spila gríðarlega sóknarlega en varnarlega þá hefðu við getað gert miklu betur. Ég er rosalega ánægður með að vinna þennan leik og hafa það alveg hreint. Já. En hérna þá er náttúrulega næsta skref hjá þér að bæta varnarleikinn og halda þá liðunum kannski innan við 70-80 stig. Já. Það hlýtur að vera ákveðið markmið. Já, sjálfsögðu. Við höfum ekki að vera helst að halda þeim bara undir 75 stigum. Já. Því að ég segi það, ef við náum því þá hefum við að vera að vinna flesta leikina. Já, klárlega erum við með skittu til þess að skora 100 stig. Það er sást berlega í þessum leik. Já. Við erum með gríðarlega 30 stiga skittu. Við erum líka með sterkar menn til að skora inn í og við þurftum kannski ekki að leita eins mikið að því í dag því við hittum svo vel. Já, nákvæmlega. Nei, þetta er bara flott og það er nú bara svo erum við að fara að spila í Lengjubikarnum á sunnudaginn, Hauka. Já. Og þannig að það er bara líf og fjör í þessu, nóga leikjum og ég er líka með það stóra hóp, það er bara flott. Það eru fullt af mönnum sem kannski hafa verið að spila lítið sem vonandi fá einhvern séns á næstunni. Já. Það er náttúrulega eins og leikurinn í kvöld, ég meina svo meðan Gumma Braga kemur hann inn og eins og í síðasta leik og er að standa sér virkilega vel. Þannig að kottnungur leikmaður, upprennandi. Þrælefnilegur og bara virkilega duglegur strákur sem er bara gaman að þjálfa og ásamt félögum sem eru að svipuðum aldri. Já, nákvæmlega. Það er nægur efniviður hérna og Jónas er bara búinn að sýna það að hann er tilbúinn og það er mjög stutt í fleiri og það er bara mjög jákvæmt. Bara frábært. Heyrðu, til hamingju með sigurinn og hérna svo er bara næsta leikur á sunnudaginn móti Haukum í Lengjubikarnum og það er bara allt upp á við. Takk fyrir þetta. Takk fyrir.